Aðeins erum að fresta. Við verðum, og ég endur við verðum að átta okkur á þessu. Góðu gestir, við munum öll eftir degi þegar við verðum að hjóla. Við munum öll eftir þegar pabbi tók hjálpartækin af og ýtti okkur af stað. Vindurinn lék hjálminn og við fundum fyrir frelsi. Það voru engin takk. Þennan dag gátum við allt. Við hjóluðum af stað og pabbi hélt í okkur, svo eftir dágóðan tíma þá sleppti. Þegar við lítum tilbaka, það áttum við okkur á og það var langt síðan það sleppti. Við vorum eigin skýr. En hann stóð með reiðubúinn til að hjálpa okkur upp ef við skildum dekk. Auðvitað duttum. En við stóðum aftur upp. Við höfum trúa. Og með viljan og vonin á vopni, þá geta þróunarlundir þetta líka. Tilgangur þróunaraðstoðar er að ýta þeim að standa. Og þegar við sjáum að við erum komin á skrið, þá sleppum við takinu. En við erum reiðubúin til að hjálpa þeim upp ef við skildum dekk. Þetta er það sem við í FB teljum að þróunarlundir vandi. Þið vantar hjálp á þeirra forsendum en ekki okkar forsjá. Þið vantar einhver sem hlustar þegar við tala. Einhver sem styður við bakið á þeim og gerir þeim tækifæri á að sanna sig. Leið og við gerum okkur grein fyrir því að við verðum að skrúa hjálpartækin undan þróunarlöndunum og byrja að veita þeim alvöru lausnir. Þá fyrst gefum við þeim tækifæri á að sanna sig. Óli talaði um Marshall-aðstoðinni í heila 4 mínútur. Óli, sko, ástæða þess að Marshall-aðstoðin virkaði var því að þróunaraðstoð er vestrænt svar við vestrænum vandamálum. Þess vegna gekk hún upp. Í dag erum við að fá svo allt öðruvísi vandamál sem þarf allt öðruvísi lausn en þróunaraðstoð býður upp á. Og þarna fór það henni í vaskinn. Erla sagði að þróunaraðstoð virki. Ef þróunaraðstoð hefði virkað yfir þessi 60 ára, þá væri við ekki hér í kvöld. Þá væri við ekki að nefna dæmi hversu svöng börn væri í þróunarlöndum og hversu fátæk og vanþróuð löndin eru. Við mættum hér í kvöld, við vonum rökræðu þróunaraðstoð. Í raun fengum við bara 4 þrjóska krakka sem neituðu að skilja eðlismun neyðaraðstoð og þróunaraðstoð. Þau voru svo pirrandi barn. Er Jónas heima? Nei. Er Jónas heima? Nei. Er Jónas heima? Nei. Grundið ekki fokkin burt, Jónas er ekkert heima. Óli spurði hvað lausn væri betri en þróunaraðstoð. Óli, þetta vandamál er mun stærra en ég og því fáránlegt að alltaf setja hendurna á mér að leysa. Erla sagði að þróunaraðstoð sé að gera góða hluti. Nei, alls ekki. Með því að nota þróunaraðstoð og gefa endurkost á peningum, mat og fötum, þá erum við ekki að hvetja til þess að geta staðið á eigin fótum, heldur reiða þessu okkur. Hvað myndi gerast? Óli sagði að tölfræðin sýni fram á hver góð þróunaraðstoð væri. Já, Óli, ég skal segja svar tölfræði. 63,7% allar tölfræði fundur upp á staðnum og dreifð og raskarinn að þér. Óli talaði eins og það sem væri þróunaraðstoð. Erum við þá að þróa alla alkohólistana þegar við kaupum messa á honum? Óli 107 sagði að miðað við höfðatölu þetta og miðað við höfðatölu hitt. Óli, miðað við höfðatölu þá bullar endalaust. Erla talaði að það væri 22.000 á dag í þróunarlöndum á þessum degi og það rök með ykkur. Þetta eru hærri tölur en árið 2001 og þá voru það 19.000. Hvernig réttlætið þið það? Góði gestir, enginn er inni vitleysingur. Eins og við gátum öll eftir að hjóla, þá ættum við öll að geta séð vandann. Vandinn er sá að við höfum frestað vandanum í 60 ár. Ég veit ekki með ykkur, en ég held að séum betri en það. Ég held að séum betri en það að sjá ekki gegnum hennan þvætti. Ég held að séum mun betri en þróunaraðstoð. Stuðningsmaður andmælanda Guðmar Elíasson talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur.